Góðan daginn, við erum komin hér á Týrsvöllin, ekki rétt hjá mér, er það Týrsvöllin? Já, Týrsvöllin, 100 ára Týrsamali á morgun. Við erum hérna á Týrsvöllin við hæfi, en við ætlum að spjalla við Gunnar Heiðar. Hæ. Sæl. Þú ert að sjá KFS. Já, ég er þjálfari, aðalþjálfari KFS og það er alltaf fleiri í kringum þetta. Já. Og svo náttúrulega pejanir. Og allir pejanir. Segðu mér nú hvernig leggst sumarið í ykkur? Herðu, það leggst bara ótrúlega vel í okkur. Við náttúrulega fórum í ákveðna vegferð í fyrra og við settum markmið að komast upp úr fjórðudeildinni sem við erum búin að vera í nokkur ár í. Og við gerum það. Við náðum að fara upp og töpuðum sín úrslitaleiknum í framlengingu. En það sem voru meðanaldurinn á byrjunliðinu hjá mér, eða hjá KFS, var 19,5 í aldri. Þannig að þetta voru mjög ungi strákar sem voru að taka sín fyrstu skref og spila hann úrslitaleik, sem ég bara frábært. Versus á 24,7 í ári hjá hinum. Þannig að sýnir það að við erum að reyna að gefa þessu ungu peyjum séns og erum að hjálpa þeim að geta orðið betri leikmenn og mér finnst klárlega að þeir hafa tekið mörg skref fram á við og vonandi náum við bara að halda því áfram hérna í sumar. Það er frábært að heyra og þú nefndi við mig áðan annað sem að mér finnst tær snilld. Þetta er hreinræktað Eyjalið. Já, við erum eina liðið í heiminum sem getur státað okkur að vera 100% Eyjamenn í þessu liði. Hvort það sé stjórn, þjálfari eða leikmenn. Þannig að þetta getur ekki verið meira Eyjalið heldur en KFS og við erum mjög stoltir af því og við viljum halda því áfram. Það er frábært að heyra. Hvað er hópinn stór? Hvað er þetta margir sem eru í hópinn? Við erum náttúrulega í samstarfi í IBVF. Við erum með stráka sem eru að taka sín fyrstu skrefin í meistaraflokkinn, bæði í þá öðrum flokki og þeir sem hefur komið aðeins lengra. Þannig að við gefum þeim stökkpall á milli annar flokks og meistaraflokksins. Þannig að við sem komin að þeir sem ekki alveg tilbúin að fara í meistaraflokki strax, að þeir taki þetta milliskref hjá okkur og ná að þroskast og gera mistök og læra af þeim til þess að vera sem klárir út á Hásteinsvöll með meistaraflokki kalla, IBVF og það hefur gengið vel og við ætlum að halda því áfram. Það er frábært að heyra. Og nú er alveg að detta í æfingu hjá þér. Já. Og en á morgun, hvað? Það er stór leikur á morgun? Það er stór leikur á morgun. Við komumst áfram í bikarnum síðustu helgi. Nú erum við að fara að spila hérna í 6. fjárleikúrslit hérna morgun, 1. maí á Týrsvellinum. Klukkan 2 á móti Kríu og ef við vinnum þann leik, sem við ætlum að gera, þess að þegar við vinnum þann leik, þá erum við komin í pottin og það er mjög langt síðan að KFS var í mjólkurbikars pottinum, 32. Kría er frá Seltjarnarnesi? Já, rétt. Og við heyrt að þeir séu öflugir. Já. Þannig að þetta verður krefjandi leikur, en ég hef líka heyrði áðan að þeir eru skítræddir, Já, það er alltaf mikil ógn, það er alltaf svona pínu erfitt að komast yfir Eyjamenn, Það er bara þannig og eins og ég segi alltaf við peyjana mína að ef við spilum allan í Vestmannum, það er ekkert lið sem kemur hingað og fær eitthvað frítt hérna. Þeir þurfa að hafa virkilega fyrir ef við ætlum að vinna okkur, en flest lið eiga að fara hérna með ekki neinn stig í farteskinu, þar sem við ætlum að heyra öll 3. Það sjálfsög. Þannig að morgun og svo er næsti leikur bara pöffur enn daginn. Já, það er rosa dagurinn eftir 8 daga þá. 8. maí, þá er hérna náttúrulega pöffurinn og mikið gerast í Vestmannum og það er líka það. Við erum líka að spila okkar fyrsta leik í Íslandsmótinu, 3. deildinni. Langt síðan KFS verið þar og við erum að spila hérna móti Einherja, klukkan 2 líka. Þannig að ég vil endilega að fólk koma að mæti hérna og sjá okkur spila. Við erum með marga unga efnilega stráka. Við erum með, eins og bara Eyjamenn í liðinu og þeir geta síðan hérna framtíð í Vestmannaeyjum að spila hérna. Það er alveg geðveikt. Og þið eru það að spila á Týrsvelli eða Hásteinsvelli? Já, Týrsvellir er okkar heimavöllur, en í sumum leikjum höfum við fengið að fara inn á Hásteinsvöllin og gefa þessu peyjum smá smjörþefna þessi koma að skall. Þetta er frábært. Við ætlum að kynna okkur til leiks í Tíkli og kynna alla leikmennina vel. Frábært. Bara eins og alla stjörnurnar inn í Eyjum. Já, eðlilega. Svo er eitt annað sem ég ætla að gefa smá shoutout á fanclub, það er KFS fanclub sem var stofnaður í fyrra og það er rosa margir í þeim klubbi hérna á Facebook. Þannig endilega kíkið á það og likeið og verið með okkur í þessu. Setjum það í linkina fyrir ofanfréttina. Ekki spurning. Ekki spurning, bara mæla með því. Fylgjast með öllu hérna í sumar. Það verður geggjað sumar. Geggjað. Takk fyrir þetta. Sömuleiðis.